Ég vil að við tölum fyrir okkur sjálf, látum ekki aðra tala fyrir okkur. Ég vil að ÖBÍ verði fyrirmynd annarra í öllum sínum rekstri og aðgerðum og bara að við verðum marktæk. Innan Öryrkjabandalags Íslands myndi ég vilja sjá það að fatlað fólk væri að berjast fyrir rétti sínum sjálft. Við værum ekki að senda ófatlað fólk til að tala fyrir okkur. Við erum full fær fyrir að tala fyrir okkur sjálf og við þurfum bara að koma þeim skýrum úr framfæri. Í kjaramálum myndi ég vilja sjá einhvers konar þrepaskipt kjaramál og þá kannski helst horfa á framfærsluna því að það er ekkert sama hvort þú sést með 170.000 og hefur það til að kaupa mat og borga leigu eða hvort þú hefur 170.000 og þarft að borga hjálpatæki, þú þarft að borga leggi til þess að geta pissað og þú þarft að nota peningana í lyf og svo þarft að kaupa mat og leigu. Þannig að ég myndi vilja tengja þetta saman. Í kjaramálum munum við áfram berjast fyrir að staðið verði við lög og við fáum lágmarks framfærslu eins og aðrir, en við verðum að muna að framfærslan er eitt og ef að ríkið svo tekur af okkur helling í lækniskostnað, lyfjakostnað og hjálpartækjakostnað, þá er minna eftir en átti að vera. Stefnan mín í aðgengismálum er eftirlit. Það vantar allt eftirlit á Íslandi og það þarf að efla það. Lög og reglur, það er ekki þetta endalaust að breyta og rugla með þær. Það þarf að vantar eftirlit og ég myndi vilja sjá eftirlit innan Öryrkjabandalags Íslands til þess að framfylgja eftirlitum. Aðgengi á að vera fyrir alla, allstaðar að þjóðfélaginu, bæði fýsiskt aðgengi að byggingum. Við eigum að hafa eftirlit með því að lögum sé framfylgt og reglum. Í heilbrigðismálum myndi ég bara vilja sjá að öll hjálpatæki og lyf frí. Það er helsta stefnan í heilbrigðismálum. Þetta er mikill útgjaldakostnaður hjá fólki sem er með fötlur og örorku. Það þarf eitthvað að sporna við þar. Í heilbrigðismálum er mikilvægt að við höfum hreinlega aðgengi að heilbrigðisþjónustu yfir höfuð. Að við séum ekki útilokuð með annaðhvort hárri greiðslu kostnaðar eða bara yfir höfuð að komast ekki inn sem er sums staðar. Í atvinnu- og menntamálum verðum við að gera stór átak. Við getum ekki sem samtök heimtað eitt af öðrum en eru svo ekkert betri sjálf. ÖBÍ verður að vera fyrirmynd annarra í þessum málum. Í atvinnu- og menntamálum fyrir öryrkja væri til dæmis hægt að reyna að virkja fólk meira til að komast í vinnu fyrir þá sem að vilja vinna. Það er ekki allir sem vilja vinna og þá sem að vilja komast í skóla, þeir komast í skóla. En ég held að það skipti miklu máli að fá fólk virt í markaðinn og við erum náttúrulega hjá Öryrkjabandalaginu að reyna að sýna gott fordæmi og vera hjá Öryrkjabandalaginu með mikinn hluta af fötluðu fólki í vinnu. Það er það fyrsta sem við þurfum að gera. Sýna gott fordæmi út af við hjá okkur sjálf.
Sjálfstætt líf okkur ákaflega mikilvægt öllum, ófötluðum eða fötluðum. Og ég vil að við tryggjum öllum sjálfstætt líf eins og hverjum og einum hentar. Mín sýn á sjálfstæðu lífi það að allir einstaklingar eiga að geta notið þess að ráða því að geta farið að sofa þegar þeir vilja fara að sofa, fara fram úr þegar þeir vilja fara fram úr, ekki það að þeir þurfa bara að fara í háttinn klukkan 8 og láta stjórna sér. Það eiga allir rétt á sjálfstæðu lífi. Ég að bjóða mig fram sem formann ÖBÍ af því að mér finnst mikilvægt að við tölum fyrir okkur sjálf. Ég vil krafti baráttuna og starfið og ég frekar þekktari fyrir að gera hlutina, leiðist kjaftaði og mikil fundarhöld. Þannig að ég á því að með minni komu munum við gera hluti. Ég býð mig fram sem varaformaður ÖBÍ vegna þess að ég held ég hafi nýtt blóð, nýja sýn á hlutina með ákveðna svona skoðunar á hlutunum og góðu talsmaður fyrir Öryrkjabandalag Íslands og fyrst og fremst líka það að ég tilbúinn að leggja allt mitt undir með Guðjóni Sigurðssyni sem formanni ÖBÍ og bara held að við getum starfað mjög vel saman. Pabbi einstaklingur sem kemur hlutunum í verk. Hann lætur verkin tala. Hann talar mjög lítið og veður frekar í hlutina, samt að vel ígrunduðu máli. Það alltaf mjög svona ákveðin hugsun þar á bakvið. Og undanfarin 10 ár þá hefur hann náð ótrúlegum árangri í málefnum fatlaðra og MND-veikra sérstaklega. Bæði hér heima og erlendis. Og hann hefur skipt fólk verulegum máli með sínum baráttumálum og því sem hann hefur verið að gera. Ég vil bara hvetja fólk til að kjósa fatlaða til forystu í samtökum fatlaðra. Á meðan við ekki tölum sjálf fyrir okkur, þá verðum við aldrei marktæk. Ég held að Guðjón verið frábær formaður því að Guðjón svona maður sem fer í hlutina og hann býður ekkert með það, hann vinnur það bara áfram. Það fáir sem ég þekki sem hafa aðraðist þraukseigju að halda áfram eins og Guðjón. Þannig að ég myndi stoltur líka vilja vinna með honum og það ekkert hver sem myndi fá annan eins svona blæbrigð og annan eins meðbyrgð af fötluðu fólki að vinna með sér eins og Guðjón. Því það myndu allir vilja stoltir vinna með honum. Hann greinist úr svipuðum tíma og ég að slasast og ég búinn að fylgjast með Guðjóni þó ég hef ekki þekkt hann persónulega fyrir núna síðustu ár. Það hef ég alltaf vitað á hann og alltaf leitað upp til hans því að hann hefur alltaf verið með ákveðna stefnu og verið svona framsýnn í því að finna þá hluti sem eru að og hann að berjast fyrir alla. Þegar hann að berjast í einhverju smá hlut, hann alltaf að berjast fyrir alla. Hann hugsar alla. Í erlendu samstarfi þá hefur hann verið mjög mikill frumkvöðull og hann hefur reynt að leiða starfið. Hann var einn af stofnendum norræna samstarfsins og leiddi það áfram og leiðir það í dag. Og hann var líka fyrsti sjúklingurinn til þess að sinna formennsku í alþjóðasamtökunum. Og það skipti verulegu máli því þarna fóru sjúklingarnir að fá málsvara og að trúa á að þeir gætu nú kannski sagt eitthvað og haft eitthvað þessa hluti að segja því að hafa hann sem fyrirmynd í þessu starfi. Og það var mjög mikilvægt og því var mjög vel tekið. Ef við sem erum fötluð viljum virkilega að verða tekið mark á okkur og nú að stíga fram fatlað fólk sem vill koma í baráttuna, ef við viljum virkilega fá og ná einhverju fram, þá eigum við að kjósa Guðjón og mig sem varaformaður.
Fyrir þá sem eru að hugsa um það að velja næsta formann ÖBÍ og eru að velta fyrir sér hvort þeir eiga að kjósa hann eða ekki, þá vil ég bara segja þetta. Langar þig að sjá verulegar breytingar á næstu 2 árum eða viltu búa við óbreytt ástand?